Jæja, Rapp, sigur í leik 3, fyrst tilfinningar? Bara, þú veist, ég er bara mjög glaður að hafa klárað þetta. Við vildum klára þetta 3-0. Eins og ég segi, við erum að vinna í nokkrum mönnum, þú veist, og reyna að ná öllum 100% og Logi snýr sér náttúrulega núna hérna í öðru leikluta. Þannig að við megum alveg við því að hvíla okkur aðeins. Fyrst og fremst er mér bara létt. Við þurfum að fara aðeins betur með það. Þú veist, bekkurinn hjá mig kemur inn á og læri þessu leiki 20 stig. Þú veist, bara með frábæri baráttu, frábæri vörn og ég ætla að stila til þess þegar ég set byrjunarliðið aftur inn á þegar við haldi kannski sömu orkunni. Við einhvern veginn vorum ekki alveg eins orkumiklir eftir að við rúluðum liðið inn á, en það er bara eins og það er. Close-out-leikir eru alltaf tricky og þessi var það líka. Tveir sópar í röð. Já. Hvernig líður? Manni getur ekki annað en líðið vel. Þú veist, þetta er fyrir tímabilið þá var takmarkið að halda áfram einhvern veginn með þessari vegferð sem við erum á. Að geta liðið upp svolítið innanfrá og við vildum taka einu skrefi lengra en við gerðum í fyrra. Og í fyrra komst í undanúrslit. Núna erum við komnir í úrslit, þannig að því markmið er náð. En þú veist, við erum ekkert alveg sattir ennþá. Nei. Það er svona, heldur að verða einhver styrkleiki núna framöndan í úrslitum? Styrkleiki ykkar núna framöndan í úrslitum? Þessi styrkleiki okkar? Já. Komið til úrslitum? Við erum bara með alveg, þegar við erum svona klárir, þá getum við alveg leitað í nokkuð marga styrkleika. Þannig að það fær kannski bara eftir við hverju við erum að spila. Það er stór munur á því að spila á móti liðið með Jason Gigliotti og Colin Pryor til dæmis. Þannig að við núna bara bíðum við og sjáum í hvað styrkleika við þurfum að leita. Herru, takk fyrir. Takk.